Tai atrodė, kad tai jau yra ta diena X, kada mus sunaikina. O dėl komunikacijų, tai telefonai nebuvo nutraukti. Ég fæ uppringingu miðjanótt og Landsbjörgis á hinum endanum og hann segir bara einfallega, komdu, skot. Islandija įsirašė į lietuvių atmintį aukso raidėmis, kaip pirmoji, kuri pralaužė Gorbačiovo blokadą. Šajā brīdī, kad viena valsts jau ir, maza valsts ir izteikusi savu drosmas pievienoties, ka arī tādēļ vien mēs vairs nedrīkstam nobīties, ka mums ir jāiet tālāk. Nú afmæli og þingið í Litáen, Seimas, efni til sérstakrar hátíðar samkomu, til þess að minnast fórnarlambana frá 13. janúar 1991. Og mín ræða mun auðvitað snúast það að minna þá á að þeir skulda fórnarlömbunum það að byggja upp á rústum hins gamla, nýtt og réttlátt og betra þjóðfélag. Eystrasaltsþjóðirnar máttu sæta hernámi og ógnarstjórn beggja aðila, þýsku nasistana og Rauða hersins og Sovétríkja Stalíns. Það var ekki bara að löndin væru hernumin, heldur voru þau beinlínis innlimuð inn í Sovétríkin og eftir það hófst stjórnarfar sem að miðaði alveg kerfisbundið að því að uppræta þessar þjóðir, það er að segja þeirra sjálfstæðu menningu og þjóðtungu. Þegar að sovjerska nomenklatúran valda elítan lyftir Gorbačov til valda, þá voru vonirnar sem voru við að tengdar það að hann gæti reformera kommunisman. Нам нельзя разъединиться, нам нужно распределить полномочия. Глубоко реформировать. Давай создадим такой центр, какой нужен самим республикам, чтобы это был новый союз реальный, но товарищи вместе. Ja kui Gorbačov, kes oli ise teatavasti väga jutukas ja armastas palju seletada, kuulutas välja, et nüüd kõik võivad midagi rääkida, mis nad mõtlevad, siis tema arvas muidugi, et kõik hakkavad rääkima sellest, kuidas on meil väiksed puudused ja puudused me likvideerime ja siis see süsteem läheb siis nagu paremaks, ideaalilähedasemaks, aga kõik hakkas rääkima muudest asjadest. Inimestel olid hoopis muud asjad südamel. Bet neraugoties uz to, tiklīdz radās pirmā iespēja Gorbačova perestroikas laikā, sākās tas, ko visa Austrum Eiropā sauc par vides kustību, ja cilvēki sāk cīnīties par vides saglabāšanu, ko arī šī sistēma nežēlīgi iznīcināja. Tekkisid nagu erinevates kohtades inimeste sellised nagu aktiivsuse nagu väljapursked või lained, mis siis ühinesid ja ühinemiste tulemusena tekkisid siis suured rahvaliikumised, mis juba 88. aastal hakkasid täielikult muutma olukorda. Olid rahvakoosolekud, kus tulid tuhanded inimesed kokku ja räägiti praktiliselt siis kõigist neist asjadest ka otse. Me tahame, et meie kõigi igapäevane töö suurendaks vaba Eesti rikkust. Me tahame, et meie lapsed õpiksid vaba Eesti koolis. Iestājās tāds īsts divvaldības laiks, kur represīvais aparāts un faktiskā vara piederēja kompartijai, bet vara pār cilvēku prātiem un spēja burtiski dažu stundu laikā mobilizēt tūkstošiem cilvēkus ārā ielās, ja, tā piederēja frontei. Meie oleme rahvas.
Meid võib armastada, meid võib karta ja meid võib vihata, aga meiega peab arvestama. Ég alin upp á rampólitísku heimili. Heimilið var raunverulega miðstöð Ísafjarðar-Grattismanns í einhverju áratugi. Við bræðurnir ræddum þróunmála í Sovétríkjunum oft og iðulega. Faðir okkar var jafnaðarmannaleiðtogi og þegar við vorum að alast upp, stríðsárunum og síðar, var það þáttur í uppreisninni gegn patríarkínu, föðurveldinu, að sósíaldemókratíu var ekki nógu róttækt, svo við töldum okkur vera marxista. Elsti bróðir minn Arnór fylgdi því eftir og fór til náms í Sovétríkjunum 53 til 59. Það tók hann ekki nema 1 ár til að snúast frá kommunisma. Á námsárum sínum í Moskvu þá kynntist Arnór mönnum víðsvegar úr Sovétríkjunum, þar á meðal eignaðist hann vini bæði frá Íslandi, Lettlandi og Litháen. Og það samband hélst. Þannig að þegar ég orðinn utanríkisráðherra og þeir fara að leita stuðnings á Vesturlöndum, þá voru þarna menn sem höfðu samband við stórabróður sem að gátu sagt okkur allt að létta stöðu mála sem að reyndi á síðar. Á 50 ára afmæli Molotov-Ribbentrop-samningsins þá gerðist myndrænn atburður. Fólk tókst bara í hendur frá Tallinn í norðri til Vilniusar í suðri, eitthvað á 1.000.000 manns, til þess að láta í ljós fordæmingu sína á því framferði stórvelda að gera samkomulag á laun að svipta þjóðir tilverurétti og sjálfstæði. Tengsl Íslands og Eystrasaltsþjóðanna voru út af fyrir sig lítil sem engin. Þrátt fyrir þá staðreynd að þessar þjóðir, við og þær, endurheimtum sjálfstæði formlega 1918 í lok fyrra stríðs. Að því að mig varðar þá urðu persónuleg kynni þau fyrst að hinnar nýkjörnu ríkisstjórnir gera út sendimenn. Við tókum þeim vel og þeir máttu vel búast við því að við reyndum það litla sem við gætum. En ég gerir ráð fyrir að þeir hafi vænst meiri stuðnings frá grannþjóðum. Þeir áttu auðvitað ekki von á öðru en að þeim yrði tekið opnum örmum þegar á reyndi. Þeir trúðu áróðri forystumanna Vesturlanda það að þetta snerist útbreiðslu lýðræðis. En auðvitað gerður sig grein fyrir því að Ísland væri smáþjóð sem væri ekki líkleg til þess að skipta sköpum í þessu máli. Mēs sapratām arī to, ka mēs varam visu izdarīt tikai kopā. Un tāpēc jau tūlīt pēc Tautas frontes dibināšanas sanāca kopā visu Baltijas valstu tautas kustību līderi. Mēs nodibinājām Baltijas padomi. Tai mes koordinavom veiksmus. Mes rengdavom bendrus posėdžius 3 sąjūdžių, vadovybių ir net suvažiavimą 3 masinių organizacijų. O ten dokumentai buvo priimami debatuose, karštuose ir visiems balsuojant, o atskiras darbas vyko vadovų tarpe, vadovybės ir jau atvažiavusių ten išrinktų į liaudies deputatų suvažiavimą Maskvoje.
Pirmā mūsu kopīgā akcija bija parakstu vākšana, nedzirdēta akcija pret PSRS konstitūcijas grozījumiem, kuri paredzēja vēl vairāk apgrūtināt likumus, kas ļauj izstāties no Padomju Savienības. Un tur mēs 2 nedēļu laikā pa visām 3 valstīm savācām apmēram pie 2,5 miljoniem parakstu un aizdām uz Kremli, par ko Kremlis bija pilnīgi šokēts. 89. aasta jõuluajal sisuliselt 3 Balti riigi ühise lobi tulemusena. Gorbatšovi juhitud rahvasaadikute kongress tunnistas Molotov-Ribbentropi pakti kehtetuks selle sõlmimise hetkest ehk teiste sõnadega ebaseaduslikuks. Meil oli protokolli kehtetuks tunnustamise põhjus see, et meil oli vaja nõrgestada meie vastaste moraalset selgroogu. Viimane punkt selles seadusandlikus aktis rõhutab, et see ei tähenda Nõukogude Liidust välja astumist. Ei tähenda muidugi. Kui ei ole seaduslikult sisse astutud, ei saa ka seaduslikult välja astuda. Kumža, už. Kuzmickas, už. Landsbergis, už. Lapinskas, už. Šimėnas Jonas, už. Tamulis, Terleckas, už. Tupikas, už. Kulba, už. Ne tik tai kada daryti sprendimą, bet ir kaip jį formuluoti, ten atsirado skirtumų. Nes Lietuva kaimynų atžvilgiu elgėsi kaip radikalė. Ji pasakė viską iki galo, galbūt sudegindama tiltus atgal. Það var ljóst að Litháar höfðu þarna tekið frumkvæði. Þeir voru fyrstir til, bæði lettar og eistar fóru varlegar. Sovétríkin brugðust við með því að setja viðskiptabann á Litháen sem þýddi það að almenningur var að taka það út í auknu harðræði. Það kom hins vegar á daginn að alþjóðasamfélagið var ekki tilbúið til þess að taka þeim opnum örmum, fjarri því. Leiðtogar Vesturveldanna voru ekki tilbúnir til stuðnings og leiðtogar Þýskalands og Frakklands, þannig að Kohl kanslari og Mitterrand forseti, skrifuðu að lokum Landsbergis bréf þar sem skoruðu á hann að draga yfirlýsinguna tilbaka og semja frekar við Sovétríkin einhvers konar málamiðlun. Policymakers in the West, particularly in the United States, had to consider the big picture. We had to consider the fact that this was an extraordinarily sensitive time in the end game of the Cold War, that it was exceedingly important that that end game occur peacefully and not violently. Es domāju, ka tā sapratne radās laikā starp Lietuvas neatkarības deklarāciju un Latvijas neatkarības deklarāciju. Jo 11. martā, kad Lietuva atjaunoja savu neatkarību, tagad mums likās, ka nekas nevar liekt pasaules valstis tūlīt to atzīt. Par pamestības un izolētības sajūtu. Es tā nevarētu teikt, ka tā būtu bijusi, jo redziet, viss jau tā Padomju Savienības īstenība un dzīve bija izolētība un pamestība. Un tad, kad tu to līdz ar mātes pienu sevi iesūc, tu jau nezini, kā ir citādāk. In speaking with my colleagues, Spanish, Portuguese, Italian, what is uppermost in my mind is the level of ignorance.
Baltic states. Why are you always talking about the Baltic states? Haven't these people always belonged to Russia? What's the problem? It was only the two of us, it was myself and Uffe Ellemann-Jensen, who always, at every meeting, raised the issue. And first, silence, then explicit annoyance. Why are you always bothering us? And then, towards the end, criticism. You are endangering the Gorbachev regime. Right. If you force them to do something that undermines him, the hardlines will come back. Basically saying, you small country guys, behave yourselves. It's our responsibility. We have big commitments. Kannski má segja að ég hafi gert það öðrum fremur í NATO og sannanlega gerði ég það öðrum fremur á fundum jafnaðarmannaleiðtoga í Evrópu. En ég átti enga aðild að Evrópusambandinu, þannig að Uffe Ellemann-Jensen var talsmaður þessara sjónarmiða fyrst og fremst innan Evrópusambandsins og við einstakar aðildarþjóðir Evrópu. Það merkilega var í þessu tilfelli að ég sósíaldemókrat en Uffe Ellemann-Jensen, utanríkisráðherra Dana, var formaður í flokki sem lengst til hægri í dönskum stjórnmálum. Þrátt fyrir þennan skoðanaágreining þá náðum við saman persónulega nokkuð vel af ýmsum ástæðum. Við höfum báðir svolítið undarlegan húmor og stundum þykir okkur gaman af pólitískum átökum. Det her, det var noget, der betød noget ganske særligt for os. Og jeg forstår godt Island, som jo selv havde haft så kort en periode med selvstændighed, og hvor selvstændighedstrangen hos islændinge, den jo er meget stærkere end hos så mange andre. Hann utanríkisráðherra fyrrum herraþjóðar Íslands. Að því leyti eru samskiptin milli Íslendings og Dana oft dálítið, hvad jeg må sige, strid. Så opstod der vel efterhånden næsten et kapløb. Også fordi Jon Baldwin Hannibalsson og jeg, vi prøvede at løbe om kap på alle mulige punkter. Men der opstod lidt vil jeg sige, en positiv kappestrid om, hvem der nu kunne finde på mest, og hvem der kunne komme først med dit, og hvem der kunne komme først med dat. Og det er set i bakspejlet, synes jeg, en meget positiv ting. Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu þar sem Litáum og Seimas, þjóðþinginu þeirra, var óskað til hamingju með sjálfstæðisyfirlýsinguna. Það voru hinn formlegu viðbrögð. Litáar líta jafnvel svo á að það hafi verið viðurkenning á sjálfstæðinu sem það vísu ekki var lögformlega, en heillaóskir voru það. Are you optimistic that you can make an agreement with the Soviet Union in 12 months or so? Of course, it's possible. Our support for the cause of independence of the Baltic states is not an act of hostility towards the Soviet Union at all. We consider the problems of the Baltic states to be a legacy of the Second World War. We are trying to construct a new security order in Europe based on the Helsinki Final Act, based on the 10 basic principles of human rights, national sovereignty, inviolability of borders, and so on. I 1990, der var først den store konference i København om den menneskelige dimension i Europa. Að sjálfsögðu komu utanríkisráðherrar Eystrasaltsþjóðanna til Kaupmannahafnar og bönkuðu upp á. Lennart Meri frá Íslandi, Janis Jurkans frá Riga, frá Lettlandi og Algirdas Saudargas frá Vilnius. We are now closer than ever, I think, to realizing CSCE's long-cherished vision of a Europe that is whole and a Europe that is free. Un mēs jau bijām ieņēmuši savas vietas zālē, un tad ieradās Gorbačovs,
ar Jāzavu. Jāzavs bija aizsardzības ministrs, viņš bija vienīgais zālē uniformā un ar visām regālijām un medaļām un tāds apkrāvies vīrs. Sovjetmenn segja The Baltic republics are part of the Soviet Union. ef þið hleypið þessum mönnum inn, þá förum við út. Þið berið þá ábyrgð á því að allt þetta samningaferli sem hér í gangi fyrir bí og það ykkur að kenna. Upēlimā luftfar, sem visotir. Tas bija, protams, ļoti it kā pazemojošs notikums, jo mēs bijām 3 Baltijas valstu ārlietu ministri. Það í fyrsta sinn sem að ég bregst við með þeim hætti að taka upp málstað þeirra á þessum allsherjar fundi utanríkisráðherra Vestursins. Ég sagði einfaldlega, forystumenn vestrænna lýðræðisríkja geta ekki varið það þegar að leiðtogar sjálfstæðishreyfinga með lýðræðislegt umboð sinna þjóða koma á slíkan fund að þá sé þeim vísað úr dyr. Þegar ég gekk út úr ræðustólnum þá gekk í veg fyrir mig maður, faðmaði mig og sagði með miklum ástríðu hita: það eru mikil forréttindi að vera utanríkisráðherra smáþjóðar og geta leyft sér að segja sannleika. Þetta var aðalfulltrúi Bandaríkjamanna á þessum fundi. Ég var varla búinn að losa mig úr faðmlögum við Bandaríkjamanninn en það gekk í veg fyrir mig annar maður. Hann hafði verið KGB-agent í sendiráði Sovétríkjanna í Reykjavík. Hann reyndar steikti framan í mig hnefann og sagði á sér kennilegri íslensku, það er að segja á íslensku með rússneskum hreim: þú átt að skammast þín, Jón Baldvin, þú átt að skammast þín fyrir þessa ræðu. Í þessari ræðu var ekkert satt sem þú sagðir okkur sovjetmenn og samskiptin við þessar Eystrasaltsþjóðir. Þetta var skammarlegt. Afsögn Sjevardnadses þótti strax vera vísbending breytt pólitískt andrúmsloft í Kreml. Vísbending það að Gorbatšov væri kannski að missa tökin. Gorbatšov mängib maailma eest väga naeratava näoga demokraatlikku rolli, aga seal, kus on vaja seda suure riigi ühtsust hoida, siis ta ei põrku tegelikult tagasi ka vägivalla eest. Mums jau bija skaidrs, ka 1991. gada janvārī kaut kas notiks, jo Maskava nekādīgi nevarēja samierināties ar to, ka 3 Padomju Savienības republikas ir demokrātiskā veidā slēgt šos parlamentus nevarēja. Sausio 13 tą naktį, kada pajudėjo sovietų šarvuočiai ir tankai ir važiavo, taip atrodė, kad į mus, o paskui pro šalį važiavo į televizijas, įstaigas ir bokštą. Tai atrodė, kad tai jau yra ta diena X, kada mus sunaikina. Gerbiami Lietuvos žmonės, kreipiuosi jūs šiuo momentu, kada sovietų tankai atakuoja ir puola Lietuvos televiziją. Aš jau eteryje, atakuoja. Girdisi šaudimai iš visų pusių. Skambina ką tik iš apačios. Iš tankečių lipa kareiviai su šautuvais, su ginklais ir eina į mūsų pastatą. Alio. Mėly žmonės, tai yra skaudus netekimas
mūsų padėtyje ir mūsų kovoje, bet tai toli gražu ne viskas. Mėly žiūrovai, pati paskutinioji informacija. Visur vaikšto kariškiai, aš tiesa jų nemačiau. Tačiau Lietuva gyveno be televizijos, išliko, kovojo, išsikovojo nepriklausomybę tada, 18 ir išsikovos vėl. Mes nugalėsim. Tai įvyks eina šiandien, tai rytoj. Sudėjau ir turėkim vilties. Lietuva! 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 Mes buvom apsisprendę, kad mes nekapituliuosim taip, kad kas nors paskui galėtų sakyti, štai Lietuva suprato klaidą, atsiprašė ir sugrįžo į laimingą tautų šeimą. Скотина Афанасьевас из Москвы. Юрий Николаевич, ну у нас очень много раненых, это мы Пирмinikas pasakoja jam, kas vyksta. Я настоятельно просил, чтобы он прекратил акцию, чтобы не довел до кровопролития и жертв. Ir tą naktį, žinoma, kai jau judėjo ir šaudė ten ir buvo nežinia, kas ten darosi, paskui pradėjo eit žinios, kad yra užmušti žmonės, kad vežami į ligoninę, daug sužeistų. Dar niekas tikrų skaičių nežinojo, galima buvo įsivaizduoti, kad ten gal 100 jau išžudė. Tėtė žuvo. Aš išėjau prie bokšto, senoje manęs ieškoti ir nebegrįžau. A tu dabar čia radai? Suvažinėtas. Tanko? Það bara miðja nótt að ég vakin upp á Vesturgötunni. Smám saman rennur það upp fyrir mér að það Landsbergis á hinum endanum og hann einfallega að segja. Meinar eitthvað með því sem þú hefur verið að segja til stuðnings okkar málstaðar. Þá skora ég á þig að koma nú þegar til Vilniusar og standa hér með okkur. Ég að leita stuðnings frá utanríkisráðherrum lýðræðisríkja í Vestur-Evrópu og hann lauk samtalið með því að segja nærvera utanríkisráðherra frá NATO skiptir máli. Jón Baldvin Hannibalsson fór ásamt Bogdanas, ráðgjafa Landsbergis forseta að leiðónum og lagði blómsveg að minnisvarða fórnarlömb árásarinnar. Aðkoman var þannig að þá búið að víggirða þingið, Seimas. Það voru svona grjótblottir eins og hér eru. Það voru trukkar og það voru jarðýtur og skurðgröfur. Allt sem var bara tiltækt því var staflað hérna upp til varnar þinghúsinu. Sjálfstæðishreyfingin, hún var hérna inn í þessu húsi og við svona rétt skáskutumst á milli blokkana. Það voru opnaðir verðir, eins og ég kalla það, sveitastrákar með rollubyssur. Þetta fólk var í þannig ástand að því ég ekki komið svefn á brá dögum saman. Вы вообще не боитесь? Нет, нечего бояться. Все равно мы против советской армии воевать не можем, но защитить как-нибудь должны мы. Мы все такие литовцы. Við héldum blaðamannafundi mjög oft og ég var sem sé með Landsbergis á þessum blaðamannafundum og þá voru verið að skírskota til samvinsku heimsins og til almenningsálitsins og til að kynna og lýsa stöðunni fyrir almenningi á Vesturlöndum og gera mönnum grein fyrir því að hér væri sem sé algjört hættu ástand og þetta væri upp á líf og dauða og að lýðræðisríkjum
á Vesturlöndum bæri skylda til að koma til hjálpar eða að grípa inn í atburðarásina og koma í veg fyrir yfirvofandi blóðbað. Það snerist það. Foreign Minister of Iceland is the first foreign minister being in Lithuania after re-establishing of independence, and especially in these hard days, being him here is a great political support for Lithuania. Síðan eftir að fundahöldum lokið þá fórum við bara út á götu og inn mannfjöldan og sko það hlýjustu handtök sem ég hef líklega fengið á ævinni þó það væri gríðarlega kalt sko. Ég tók í krumlurnar á þeim hverjum og fætur öðrum og staldraði við arneldana og reyndi að kyrja mér þó ég skildi nú ekki tungumálið. Hefur þessi ferð hingað til Litháen eitthvað breytt þinni afstöðu? Sjón alltaf söguríkari, en hún hefur ekki breytt minni afstöðu. Hins vegar hafa ákveðnir hluti gerst. Ofbeldið, það að beita vopnuðum górillum á vopnlausan fjölda, sannar, og á því ber forseti Sovétríkjanna ábyrgð, að hóflegar aðgerðir, friðsamlegar aðgerðir og þrýstingur frá vestrænum löndum, ekki nægilega mikill að vísu, hefur ekki borið árangur. Ert þú með þess að segja að Ísland kunni að taka af skarið og taka upp stjórnmálaleg tengsl? Já, við erum nær því nú en áður. Það er eins og ekki bara ákvörðun okkar, það verður að vera sameiginleg ákvörðun beggja og byggt á því að við viljum það og þeir geti tryggt að það gangi í framkvæmd. Mes diena iš dienos būdim, tikim, kad Lietuva bus laisva ir budėsim, taip kad mes nebijom neprašytų svečių ir jų nelaukiam. Dabar mes esame pasiryžę nors mirsim, bet nesituosim nė vietos. Turbūt laisvą Lietuvą. То самое, что в Литве может произойти, и еще тяжелее. Mēs gatavojamies nākošam šim uzbrukumam. Mēs bijām saveduši dažādas pārvietojamas radiostacijas no Zviedrijas. Mēs sākām organizēt tīklu, kā okupācijas gadījumā vadīt tautas pretošanās kustību. Mēs bijām izdomājuši, kā mēs izveidosim emigrācijas valdību rietumos. Es konsultējies ar dažiem saviem tuvākiem dombiedriem, valsts vadītājiem, nolēmām, ka es aicināšu tautu pulcēties ap Vecrīgu un sargāt parlamentu un valdības māju un svarīgākās strateģiskās celtnes. 9:00 es ar šo pašu aicinājumu izgāju Latvijas televīzijā, un tad es ieraudzīju milzīgi aizsanošu skatu, ka tālu no Pārdaugavas puses, no Rīgas robežas, pilsētai tuvojās milzīga armijas kolona. Bet tā nebija Krieva armija, tā nebija Padomju armija. Tie bija latviešu zemnieku traktori, kombaini, smagās automašīnas, furgoni, kuri tuvojās Rīgai pēc šīm manām runām. Cilvēki devās sargāt savu brīvību. Pēc pāris stundām tika būvētas barikādes. Ну, нападет армия, ну что, ляжем, как в Литве, под танки.
Но армия – это физическая сила, а у нас есть своя духовная. During those days, I was in contact with so many people. I became convinced that if the Soviet military would carry through this threat and apply full force, it was my conviction that people would not yield. There would be a terrible bloodbath. Yeah, we were determined to die. It was a lesson for a lifetime. You cannot get any closer to other people than to be with them in what we perceive together as an hour of peril. This bloodshed was shown all around the world on TV, and it really raised public opinion to the issue. Now force had been applied, and so everybody expected the Western governments, in particular the big powers, to respond. We supported the Baltic states politically, economically, and diplomatically. For anybody to suggest that we should have somehow supported them militarily to advance the date of their independence beyond that which they finally achieved, that's ridiculous. It would have backfired and would have taken us in exactly the wrong direction. Operation Desert Storm. The war begins with airstrikes against Iraq. All early raids return safely. The Allies claim success. Það vert að hafa í huga að Bandaríkin voru bara nokkrum dögum eftir blóðbaðið í Vilnius að beita sér fyrir innrásinni í Írak, og þeim var mjög mikið í mun að fá annarkvort stuðning Rússa eða ef ekki stuðning þá minnsta kosti þegjandi samþykki fyrir innrásinni. Moskva oli väga kaval kasutama seda lahesõda, nii nagu ta kasutas seda 40. aastal, kui teatavasti Pariisi langemise ajal tulid Vene väed või Nõukogude väed sisse Baltikumi ja maailm ei märganudki just nagu seda eest. Niisamuti loodeti, et maailm ei märka seda, kui surutakse maha Balti vabadusliikumised, samal ajal kui kogu maailm vaatab hoopis, mis toimub Vahemere ääres. Ja selles niisuguses õhkkonnas oli väga oluline see, et saavutada ikkagi läbimurre just nimelt, et see niisugune Nõukogude Liidu vastulöök ei muutuks märkamatuks. Now, Lithuania and Latvia were both suffering from this invasion, but Estonia was spared, perhaps because Yeltsin happened to visit Tallinn just around this time. Kindlasti omaette küsimus oli ka Jeltsini tulek Eestisse, sest et ta oli autoriteet. Ta oli autoriteet ka Nõukogude armees, tähendab sõjaväes, ja tema üleskutsed sõjaväelastele mitte lasta ennast mõjutada asuma Balti valitsuste vastu, kindlasti oli sellel suur tähendus. Декларация как-то мнение России, мнение руководства Верховного Совета российского, правительства российского здесь, на земле Республики Прибалтики, четко, жестко и твердо выразить свою позицию, что мы категорически протестуем против такой ереси. Það dálítið kaldhæðnislegt að segja það, en það hefur kannski haft einhver áhrif á æðsta mannin í Kreml, sem þá hafði verið tilnefndur til friðarverðlauna Nóbels, að það væri nú kannski ekki
það besta sem gæti gerst varðandi hans dóm í sögunni ef að friðarverðlaunin yrðu afhent eftir blóðbað í Vilnius, Riga og Tallinn. Utanríkisráðherra gerði utanríkismálanefnd Alþingis ítarlega grein fyrir för sinni til Eystrasaltslandanna áður en hann flutti Alþingi skýrslu málið. Formaður Sjálfstæðisflokksins vék meðal annars að opinberi heimsókn utanríkisráðherra til Eystrasaltsríkjanna. Ég tel að þessi ferð hafi verið mikilvæg og ég fagna þeirri yfirlýsingu sem borist hefur að ríkisstjórnin íhugi nú að stofna til stjórnmálasambands við Eystrasaltsríkin. Steingrímur Hermannsson afhenti sovjerska sendiherranum í dag bréf til Mikhail Gorbatsjov, forseta Sovétríkjanna, þar sem blóðbaðið í Vilnius og aðgerðir gegn lýðræðislega kjörinni stjórn var fordæmt og hvattir þess að Rauði herinn yrði hvattur heim frá Litháen. Как вы оцениваете те реакции, протесты, которые западные страны делают против военных действий в Литве? Можем мы ожидать ответов или комментариев от вас в будущем времени? В будущем времени комментарии, видимо, последуют. Erum við með afskiptum af þessu máli að setja samskipti okkar við Sovétríkin í hættu? Við lítum svo á að svo sé ekki. Við erum ekki að sýna Sovétstjórninni fjandskap. Við höfum þvert á móti í öllum okkar málflutningi lagt á það höfuðáherslu að hvetja Sovétstjórnina til þess að fara að lögum og til þess að taka upp samningaviðræður við lýðræðislega kjörnar ríkisstjórnir þessara landa en á þeim forsendum að þau eigi ótvíræðan rétt til sjálfstæðis. Tíma lá í loftinu að það yrði hugsanlega slítið stjórnmálasambandi við Ísland. Ég minnist þess að það kom til mín til að segja viðtalið við blaðamaður frá eina stórblöðunum í Moskvu og hann byrjaði á því að spyrja mig hvort að ég væri byrjaður að pakka niður. Kjarni málsins sá að þau mótmæla afskiptum af sovérskum innanríkismálum og líta svo á að þessi þrjú lönd, þar með talið Litháen, séu hluti af sovjerska samveldinu með löglegum hætti. Fulltrúar útflytjenda gegn Halldórs Ásgrímssonar sjávarútvegsráðherra og Jón Sigurðssonar starfandi utanríkisráðherra þar sem þeir lýstu áhyggjum sínum af þróun viðskipta við sovjetmenn. Það hefur gengið illa að fá greiðslur fyrir það sem afhent hefur verið á þessu ári. Þegar hér komið sögu eru Sovétríkin á hnignunarskeiði. Þessi útflutningur hafði farið hlutfallslega minnkandi. Við vorum að sækja á öðrum mörkuðum og við gátum líka tryggt okkur aðgengi að olíu og bensíni annar staðar á mörkuðum. Þannig að þessi ógn var ekki eins raunveruleg. Engu að síður var hún tekin alvarlega og það voru sjávarútvegshagsmunir á Íslandi sem að heyrðust oft yfirleitt ekki opinberlega heldur meira á bak gagnrýna mig fyrir ævintýramennsku. Sākās pēc šīs mūsu iešanas pa naža asmeni, sākās negaidītais augusta pučs Maskavā. Ja siis oli äkki see hommik, kell 5 hommikul, kui tuli see teade, eks ole, Gorbatšov ei ole enam. Ja selle naeratava ja läänesõbraliku juhi asemel äkki vaatas Moskvast vastu sama niisugune raudammaste jõuk, kes meenutas kõik halvemat Stalini aega. Ja meie jaoks tähendas seda, et oli täiesti reaalne, et need samad tankid, mis sealt Pihkva diviismist tuli, et tõepoolest toimub ikkagi verine kogu Baltikumi vabaduse täiesti verine maha suruda. Un tad šajā puča laikā mēs sapratām, ka ir pienācis pēdējais brīdis, kā mēs teicām, X stunda. Un ka ja mēs bijām tikai līdz šim pasludinājuši pārējais periodu savai neatkarībai, tad neatkarīgi no tā, vai mūs atzīst kāda valsts vairāk par Islandi, vai neatzīst, bet mums ir jāpasludina, ka mēs esam brīvi. Me peame jõudma enne iseseisvuse
avalikult rahvusvaheliselt teatavaks teha niiviisi, et see Gorbatšovi äraolekul lääne pool nagu selle tunnustab selleks, et siis, kui meid ka siin merre uputatakse, oleks see juba täiesti formaalselt ja selgelt ka rahvusvaheliselt agressioon iseseisva riigi vastu. Selle otsuse tegemiseni just täna, just siin viib meid see olukord, mis valitseb väljaspool seda saali. Selle aluseks on referendumi teel välja öeldud Eesti elanikkonna tahe taastada Eesti Vabariigi riiklik iseseisvus. Mums tuvojās tanki. Man pateica, ka šie tanki brauc, jau dzirdēju viņu rūkoņu, un tad es teicu parlamentu deputātiem, mums nav laika. Mums nav laika vairs diskutēt. Mums ir jāpieņem šis neatkarības dokuments, kāds tas ir, jo pēc brīža mūsu šeit var nebūt. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, palun hääletada. Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikud ei ole. Otsus vastu võetud. Par Latvijas Republikas valstisko statusa pirmajā lasījuma. Tad likums. Tajā laikā Briselē notika NATO padomas sēde. Un šīs padomas sēdes laikā Jensens un Hannibalsons viņu prasīja pieņemt deklarāciju par apvērsumu padomu savienībā un par Baltijas valstu jautājumu. Að morgni þess dags þegar að NATO og utanríkisráðherrar koma saman, þá veit enginn hver eru völd í Moskvu. Aðalritarinn Wörner beðinn að hafa beint samband við Jeltsin en að hafa upp á honum og skýra, hver ræður? Så kom han tilbage lidt senere og sagde, jeg skal hilse jer alle sammen fra Boris Jeltsin. Han siger, vi skal ikke være bekymrede. Han har styr på situationen. Kupmagerne er enten på flugt eller arresteret. Gorbatjov er på vej tilbage til Moskva. Og vi kiggede jo på hinanden, ikke? Fantastisk. Ég var auðvitað með einhvern heimastíl sem ég var nú ekki hvað hafði verið, en íti honum frá mér og flytt ræðu. Minni forystumenn NATO á það að ræðan þeirra frá fyrri tíð að það megi ekki gera neitt til að grafa undan Gorbatjov sé núna úrelt. Nú sé þessuna spurningin orðin þessi að standa við sannfæringu sína að styðja lýðræðisbyltinguna í Austur-Evrópu, viðurkenna að lýðræðisöflin eru sterkust innan Sovétríkjanna í Eystrasaltslöndunum og að viðurkenna endurreist sjálfstæði þeirra. Og så i løbet af de næste par dage, der fulgte vi jo med i, hvad der skete i de baltiske lande. For det var som om, der nu var et window of opportunity, som man siger det. Der var mulighed for at bevæge nogle ting. Þegar að kom að ögurstundinni, the window of opportunity, þá tók ég þá ákvörðun að reyna að fá utanríkisráðherra hinna nýfrjálsu landa, Eystrasaltslandana, til Reykjavíkur. Og að þessi formlega athöfn færi fram með táknrænum hætti í þessu húsi, í Höfða, sem var orðið ein af táknmyndum í alþjóðamálunum fyrir þessu ferli sem að lokum batt endi á kalda stríð. You haven't got yours with you? Yes, 1 minute. That's it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm the Estonian one. Mary. Yeah, Mary. They are already here, Mary and Sadarkas.
I see how good timing this. Very good. Perfect timing, yes. A voice speaking the truth in front of the whole world is just the voice. And I think it has no matter at all if this voice will be spoken by a big person or by a small person. We are very grateful to your government for breaking the ice, being the most courageous, understanding that the small nations in Europe have to be united. Do you see your country in some kind of union with the Soviet Union? If you are in a position to tell me what the Soviet Union will be in the future, I can give you a response. Þetta að minnstakosti dæmi það að mjög fámenn þjóð sem meðlimur í áhrifaríkum samtökum, Sameinuðu þjóðirnar, Atlantshafsbandalagið, Evrópuráðið, Norðurlandaráð, ráðstefnan Sameinuðu öryggi Evrópu, ef að slík þjóð eða fulltrúar slíkrar þjóðar láta til sín heyra og eru með öflugan og réttan málstað og halda vel á því, þá getur það borið árangur. My dear friend, ladies and gentlemen, in 1939, during the night in the Kremlin, two signatures put under a certain document opened the door for the Second World War. In the case of the three Baltic states, former members of the League of Nations, this Second World War was going on until this very present day. Those signatures are the first to end the last consequences of the Second World War, and we are now joining you, the family of European nations.